Þá vorum allan eitthvað að spjalla og síðan var naglalakki hérna á borðinu. Maður var fyrst eitthvað svona, okkur er Steini að bjóða okkur að naglalakka okkur. Það var kannski pínu skrítið fyrst, það var ekki svona algengt. En maður kýldi bara á þetta, pröfa að naglalakka sig, maður hefði aldrei naglalakka sjálfan sig áður. Þetta er sagan af því hvernig lífsviðhorf mín, Karl Rembunnar og fótboltastráksins gjörbreyttust þegar ég var að vinna í félagsmiðstöð og naglalakkaði mig með unglingsstrákum. Bara verið að kalla okkur hommalega og bara skrýtna og bara eitthvað þannig. Fólk að líta svona, kíkja þarna og gjá, vera með og svona. En það var held ég bara meira ég að vera meðvirkur að ég sé með naglakk og aðrir muni halda að ég sé eitthvað skrítinn út af með það. Finnst ykkur þetta skrítið? Og þær voru örugglega ekki eldri en 8 og 10 ára og voru bara, já, eitthvað, þú ert bara strákur. Það þykir með naglalakk og það svona, svolítið bara svona tusk í andliti, bara svona ungbörn og væru byrjað að pæla í þessu. Hvað strákar mega ekki gera, hvað stelpur mega vera með og hvað strákar mega ekki vera með. Ég hef alltaf verið í þessu svokallaða normi og fylgt einhverjum óskráðum reglum. Jafnvel aðeins að vita. Ég spilaði fótbolta í 20 ár og var virkur í félagslífi, framhaldsskóla og háskóla. Ég hef alltaf notið félagslegrar velgengni og hef aldrei rekist á einhverja veggi eða hindranir samfélagsins. Samt sem áður sá ég mig knúinn til þess að skrifa bloggpistil árið 2006 undir titlinum Jafnréttiskjaftaði, þar sem stóð meðal annars: Það líður ekki á löngu þar til karlarnir verða ekki karlar heldur vinnukarlar. Heldum meira að segja að það sé orðið svoleiðis víða. Ef það fer ekki einhver að stoppa þessa jafnréttisbaráttu kvennanna, mega karlar fara að passa sig. Áður en við vitum af, verðum við í enn verri málum en konur á fornöld. Ég held að væri bara sanngjarnt að segja, kannski þú virkaði svona einfaldur fótboltadrengur og varst bara eins og að þú hafðir aldrei pælt í því að þú værir í forréttindastöðu og þú hafðir allt með þér. Og þegar maður átti samtal við þig kannski eitthvað þannig, þá fekk það eitthvað svörun. Naglalakkið opnaði glugga fyrir mig inn í reynsluheim sem að ég hafði aldrei áður litið augum. Og ég hugsa bara, yes! Hann er eitthvað groundbreaking atriði í gangi, einhver búinn að, þú veist, setja puttan á púlsinn, mættur með læti, ætlar að breyta kynjareglunum og það er einhvern veginn karlmaður. Þannig að hér er komið bandamann og bara yes! Og hann bara hringir í mig og segir bara, við erum að fara að drekka kaffi og ég er bara, við erum að fara að tala um feminisma. Við förum á kaffihús. Og þú mætir og þetta var svona eins og að fara á date, þú veist alveg bara, við erum svo mikið chemistry og hann er bara ekki það sem hún ætlaðir, þú veist, varst að vona. Og þú kemur bara, hvað ertu að tala? Bara feminisma, ég skil ekki. Og nú tvennt að fara að geta gerst, annarkvort hann er að fara, við erum bara hætt að vera vinir og hann er bara þú ert að ruglast vinkuna eða þá við erum að fara í eitthvað ferðalag, þú veist, sem hann gerðist náttúrulega bara. Það er fáránlegt og eiginlega fjarstæðukennt að ég sé með þennan þátt og sé með Instagrami Karlmennskan þar sem að ég skoða karlmennskuna í femínísku ljósi og sé hér í meistaranámi í kynjafræði með við Karl Rembunnar sem ég var fyrir ekki svo mörgum árum síðan. Það er góða við því samt sem að þú mátt eiga er að þú varst ekki vörn með það, heldur varstu strax bara segja mig meira, nennir að útskýra fyrir mér að þú fórst bara að spurja það sem þú vissir ekki í staðan fyrir að vita það. Þú veist, þú fórst bara að segja bara, nei ég skil ekki, nennir að segja mér hvort þú menna. Hvernig þú hugsa umhverfið, hvernig talar við konur, hvernig talar konur. Þetta umpólaðist bara. Ég fór að staðsetja mig, mína sögu og mín viðhorf í samhengi við þessa femínísku sýn sem að Unnur útskýrði fyrir mér. Kynjakerfið mætti skilgreina á ýmsan hátt, en ég kýs að skilgreina það sem skráðar og óskráðar reglur hvað má og hvað má ekki út frá hugmyndum okkar kyn. Það byggir á alhæfandi og ofur einföldum hugmyndum kyn og eðli kyns. Þar sem kvenlegt er alltaf metið skörlægra en karllægt. Kerfið er ekki næmt á margbreytileika fólks og nær því illa að endurspegla flóru fólks. Mér fannst pínu ósanngjarnt og það að við rambað inn á svona stórt, einhvern veginn að brjóta svona stóra kynjareglu og hafa gert það svona fullkomlega óvart, þú veist. Af því ég var búin að eyða svo miklum
tíma í að þræða þetta og finna lausnir og búa til atriði sem ég var að reyna að gera þetta og þú hafi bara einhvern veginn svona dottið onni það og bara, haha, það hefnaðist ekki að þetta vel. Og ef þú ætlar að eiga samtal við karlarbið, þá þarftu að kryfja og kafa og spurja og velta fram mörgum sjónarhornum og þú veist, krefja karlarbina eitthvað. Hvað meinarðu? Útskýra betur. Af hverju er þetta ekki femínískur gjörningur? Ég held að það hafi með þessi spurning sem ég spurði og þá varst þú bara, þú veist, maður sá bara augunni bara, ég veit ekki hvað þú meina, eða þú veist, hvað það byrði mig Það má bara krefja karlmenn þetta. Við erum bara komin á þann stað að bara díla við sjálfan sig, taka ábyrgð á sinni karlmennsku, vanda sig, ekki verið í forréttindunum sínum, taka ábyrgð, þú veist, það er bara allt í lagi. Mér lék forvitni á að vita hvort að strákarnir hefðu dregið einhvern lærdóm af naglalakinu. Það er ekki svona þröngsýn. Þetta opnaði allt annað vinkil í rauninni, fannst mér, á allt. Bara eins og hvað má og hvað má ekki. Af hverju maður hefði verið, eins og ég til dæmis, var svolítið bara að fylgja einhverju svona lífsreglum sem voru ekki til staðar, sko. En ég fylgdi þeim. Og eftir þetta var ég svona miklu opnari að pröfa nýtt og gera nýtt og bara opna sjálfa mig í rauninni, sko. Það skiptir ekki beint hvernig maður lítur út eða hvað maður gerir, bara svo lengi sem maður er með sjálfum sig bara, þá er allt í góðu, sko. Ef þú vilt klæðast einhvern veginn neður síðan, bara gerðu það. Ef þú vilt vera bara þú mátt alveg, þú ræðir hvernig þú klæðir þig, þú ræðir hvernig þú hagar þér. Bara ef þú ert karlmaður, þá ertu karlmaður, skilju. Það er ekkert eitthvað sem skilgreinir hvað karlmaður er. Ég tala stundum að ég hafi platað sjálfan mig til þess að verða feministi. En eina sem gerist var að ég fekk smá smakk af veruleika sem að ég kannski tilheyri ekki alltaf. Og mér bauðst tækifæri til þess að hlusta á það sem að femínískar vinkonur mínar hafa að segja leikann og ég fekk tækifæri til þess að skoða sjálfa mig í því samhengi, í gagnrýnu ljósi og skoða hugmyndir mínar karlmennskuna. Og þannig gjörbreyttust lífsviðhorf mín og fyrst að mín viðhorf gátu breyst og þá held ég að allra viðhorf geti breyst. Allir eiga sína ímynd, eitthvað sem þú leitast í. Þegar lappirnar gefa sig virðast þetta alveg og gýr. Þurfa hugarró og eitthvað til að halda fastast í. Til að átta sig á því, sólin komi upp á ný.